Íslensku skógarnir hafa sannað sig sem auðlind. Auðlind sem á aðeins eftir að vaxa á komandi árum. Endurnýjanlegt og loftslagsvænt hráefni. Áfram þarf líka að rækta nýja skóga, enda sýnir árangurinn síðustu áratugina hvað möguleikarnir eru miklir. Í eldri skógunum okkar er þegar að finna gæðavið. Slíkt hráefni fæst með góðri umhirðu skógana. Það byggir undir arðbærar timburnýtjar. Skógurinn gefur. Við sjáum svipaðan vöxt í íslensku skógunum og skógum Skandinavíu á sömu breiddargráðum. Skógurinn vex vel hérna. Og þjóðin nýtur góðs af skóginum. Upp er að byggjast skógartengdar atvinnugreinar. Fjölbreytni þeirra á eftir að aukast samhliða vexti auðlindarinnar. Skógarnir gefa okkur svo margt. Þeir hreinsa andrúmsloftið, binda kolefnið sem við losum út, en bjóða líka upp á heilsubót með útivist, hreyfingu og náttúruupplifun. Það er hollt að vera innan um tré. Það segja læknavísindin okkur. Í skóginn sækja líka fleiri en mannfólkið. Fuglar sem áður þurftu að gera sér berangur að góðu, gera sér nú hreiður í skógunum. Hrafninn er til dæmis skógarfugl í eðli sínu. Líka þúfutillingurinn og fleiri gamlir kunningjar okkar. Þá eru nýjir vinalegir söngvarar að setjast hér að vegna skógana, glókollur, svartþröstur, krossnefur og fleiri. Búpeningur hefur líka gott af skógarskjóli. Í skógi má finna safaríkan gróður til að bíta. Með réttum aðferðum má nýta stálpaðan skóg til beitar og skjóls fyrir skepnur. Timbur er sú skógarafurð sem fyrst kemur upp í hugan þegar skógarnytjar ber á góma. Meðfærilegt og endingargott byggingarefni sem notað hefur verið aldir og nýtur nú vaxandi athygli og vinsælda í stað mengandi efna eins og stáls og steinsteypu. Öld íslensks timburiðnaðar er hafin. Notkun timburs er vistvernd í verki. Hollur er heimafenginn baggi. Framundan er líka þróun og nýsköpun í nytjum þess sem skógurinn gefur. Við nýtum safarík ber og bragðmikla sveppi, búum til ilmolíur og nýtum birkisafan á vorin. Úr trjáberki má vinna verðmæt efni sem meðal annars eru notuð í matvæla'iðnaði. Fiskafóður úr trjáviði gæti gert fiskeldið grænna. Leið verður til skógarmenning, skógardagar, skógargöngur, jólatrén í desember, samvera við eldinn. Fólk þyrstir líka í þekkingu á skóginum. Menntastofnanir leggja aukna áherslu á skógarmenningu, skógarfræðslu. Fólk býr til sín eigin eldhúsáhöld úr skógarefni. Menning í skjóli trjánna er dýrmæt. Framtíðin er björt. Tré og skógar gefa okkur mikið. Horfum fram á við.